Komið sæl, gott fólk, velkomin, þakka ykkur fyrir að koma á þennan opna fund. Það tvennt á dagskrá, annars vegar það sem efst á baugi, lífi skólans, áhersluverkefni og síðan viðurkenningar til starfsmanna fyrir lofsverðan árangur. Ég ætla að byrja á því sem okkur öllum efst í huga í dag og þessa dagana. Það annars vegar fjárlagafrumvarp fyrir 2015 og kjaraviðræður félagsprófessora við samninganefnd ríkisins. Þetta hangir auðvitað saman og við erum að fara inn í 7. ár niðurskurðar eftir hrun, þannig að það segir sig sjálft að skólinn hefur ekki að neinu að taka til að bæta laun og þess vegna hangir þetta allt saman. Varðandi fjárlagafrumvarpið þá höfum við lagt mikla áherslu á það frá því að frumvarpið var lagt fram í september að kynna okkar starf fyrir þingflokkum. Við höfum boðið öllum þingflokkum í heimsókn og það hefur verið mjög vel mætt. Ég myndi áætla að cirka 90% allra þingmanna hafi verið hér hjá okkur síðustu 6 vikurnar og ég vil þakka ykkur öllum sem hafa tekið þátt í þessum að taka móti þeim alveg kærlega fyrir. Þetta hefur skipt máli og maður finnur, ég vil að segja það, maður finnur mikinn áhuga hjá þingmönnum á starfi skólans og við höfum haft tækifæri til að svara spurningum þeirra og nú vonandi þetta vonum við að það skili okkur. Sömuleiðis höfum við náttúrulega okkar fjármálafólk verið í stöðugu sambandi við ráðuneytið. Við höfum fundað með ráðherrum, okkar ráðherra og öðrum ráðherrum, með þingnefndum Alþingis. Stúdentar hafa verið gríðarlega duglegir þessa dagana, þessa vikurnar eins og endra nær. Þeir eru ekki hér til að þakka fyrir en það er gott að þið vitið að stúdentar standa mjög þétt við bakið á skólanum. Og varðandi yfirvofandi verkfall þá get ég bara sagt ykkur að það verið að gera allt til að afstýra verkfalli. Við höfum til föstudags en vonandi skýrast hlutir í dag eða síðasta lagi á morgun. Fundum sem átt að vera í gær var frestað til dagsins í dag. Fundir bæði með ráðherrum og samninganefnda fundur í dag og ég finn það í samtölum við ráðamenn að það mikill vilji til að afstýra verkfalli. Ég var að vonast til að hafa góðar fréttir fyrir ykkur nú í hádeginu en því miður þetta ekki komið lengra. Ég ætla að nefna nokkra viðburði sem hafa verið í október og nóvember frá því að við héldum síðast opinn fund hér í september. Það hafa verið stór þing og viðburðir á vegum sviðana, þjóðarspegillinn í október og í rauninni þetta allt saman í október, menntakvika, menntavísindasviðs, þjóðarspegill auðvitað félagsvísindasviðs, mjög glæsileg ráðstefna að vanda og þetta allt saman atburðir sem voru opnir almenningi, menntakvikan og vísindadagur von var haldinn niðri í Öskju einnig í október. Styrktarfélagið Göngum saman veitti vísindamönnum og nemendum styrki í október til grunnrannsókna á brjóstakrabbameini og 3 doktorsnemar í hjúkrunarfræði fengu styrk úr rannsóknarsjóði Ingibjargar Magnúsdóttur og rannsóknarsetrinu Smáríki hlaut nýlega veglegan styrk úr Erasmus+ áætluninni. Í haust tók til starfa svokallað heilsutorg sem samstarfsverkefni allra deilda heilbrigðisvísindasviðs og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og gengur út á að veita nemendum skólans heilbrigðisþjónustu. Þetta fer mjög vel af stað og mikill áhugi hjá nemendum í öllum deildum sviðsins að taka þátt og það auðvitað leiðbeinandi sem leiðir þessa vinnu hverju sinni. Icelandic Online fékk verðlaun daginn á degi íslenskra tungu og nú nýverið að þá var haldið kennsluþing á vegum verkfræði náttúruvísindasviðs starffræði, mikilvægi starffræði kennslu og þar voru starfsfólk sem sagt bæði frá verk og nátt, frá menntavísindasviði og kennarar víða af vettvangi, víða úr skólum
skólum landsins. Mjög góð mæting og mjög spennandi þing. Það var haldið hér málþing Einar Benediktsson í tilefni af 100 ára afmælinu 1. nóvember og ný fyrirlestraröð af frumkvæði Lífvísindaseturs hefur hafið göngu sína. Jórunn Erla Eyfjörð byrjaði í október og Ágústa Guðmundsdóttir hélt erindi hér í síðustu viku. Alþjóðadagur var haldinn hér í síðustu viku þar sem kynnt er nám í erlendum háskólum og með mjög mikilli þáttöku erlendra sendiráða og þar geta nemendur fengið upplýsingar. Árshátíðin var haldinn var ekki síðastliðin laugardag? Já. Og mjög skemmtilegt, það var byrjað að dansa undir matnum, það var byrjað að dansa klukkan 9, þannig það var mjög fjörugt og skemmtilegt og síðan var mjög skemmtileg frétt á baksíðu Moggans í síðustu viku að segja frá samstarfsverkefni menntavísindasviðs og leikskóla, vísindaleikur þróaður fyrir yngstu börnin. Það er ekki hægt að tala viðburði október og nóvember án þess að geta andláts Ingjaldar Hannibalssonar sem að lést fyrir aldur fram og eins og þið vitið öll að þá hefur hann lagt gífurlega mikið af mörkum til skólans í fjármálum, í stjórnun sinna deildar og gífurlega mikið til nýbygginga og framkvæmda og vann meðal annars strekvirki við að koma upp Háskólatorgi að öllum öðrum ólöstuðum. Við sögnum hans sárt. Mér langaði að nefna núna nokkur áhersluverkefni og eitt af þeim er að það er með ýmsum hætti, með margvíslegum hætti verið að hvetja til verðmætasköpunar í öllum greinum þar sem það á við, þannig að það sé bæði stúdentar og starfsfólk meðvitað að gera verðmæti úr þeim niðurstöðum sem fást í rannsóknarverkefnum og í tengslum við þetta eru veitt hagnýtingaverðlaun árlega og þau voru veitt í síðustu viku og það var skemmtilegt að verðlaunahafar koma af 3 sviðum skólans. Fyrstu verðlaun hlutu Guðrún Marteinsdóttir, prófessor í fiskifræði við líf- og umhverfisvísindadeild og Kai Lógimann, samstarfsmaður hennar fyrir verkefni sem heitir fullmótað upplýsingakerfi fyrir sæfarendur og önnur verðlaun hlaut Rannveig Sverrisdóttir, lektor í táknmálsfræðum við Íslensk- og menningadeild og hennar samstarfsfólk og verkefni hét fræðileg umfjöllun táknmál gerð aðgengilegri. Og 3. verðlaun hlaut Sandra Mjöll Jónsdóttir Búk aðjúnkt við læknadeild og hennar samstarfsfólk og verkefnið hét notkun blóðflagna til stofnfrumuræktar. Áhersluverkefni nú í haust hefur verið sjálfsmat skólans í heild. Eins og þið vitið að þá hefur frá 2011 sjálfsmat á deildum og þverfræðilegum námsleiðum átt sér stað og líkur núna í vetur og á þessum vetri að þá stendur yfir mat á Háskóla Íslands í heild. Og þannig að þessi sjálfsmatsskýrsla, þetta hefur verið gífurlega mikið verk, margir komið að því og það var fjallað drögin á háskólaþingi í byrjun nóvember og síðan af háskólaráði og þessari skýrslu hefur nú verið skilað og eftir áramót að þá fáum við heimsóknir frá erlendu matsaðilunum, gæðaráðinu og loka skýrslu verður skilað í vor. Kennaramenntun, það hefur líka núna á síðustu mánuðum staðið yfir úttekt á kennaramenntun. Annars vegar árangur á sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands 2008 og svo líka á stöðu kennaramenntunar. Hvernig ber kennaramenntun hér saman við kennaramenntun í öðrum löndum sem við horfum gjarnan til. Og það var leitað, þetta er úttekt sem að skólinn setti sjálfur af stað. Og
og það var alltaf gert ráð fyrir því að það yrði gerð úttekt af þessu tagi þegar að tími væri liðinn frá sameiningu. Og það var hópur erlendra sérfræðinga, einn innlendur sérfræðingur utan skólans og þau hafa nú skilað skýrslu og það verið að vinna að áætlun hvernig sé best að bregðast við. Mjög góð ráðgjöf sem kemur og bara mjög góðar upplýsingar líka sem að munu nýtast og það verður mjög spennandi að vinna úr þessu og það meiningin að kynna fyrstu viðbrögð fyrir háskólaráði í næstu viku. Svo langaði mig líka til að nefna kennsluhætti almennt innan skólans. Ég verð vör við mjög mikla grósku varðandi þróun á nýjum kennsluháttum. Bæði í gegnum, maður sér það í gegnum kennslumiðstöðuna og svo bara með því að tala við einstaka kennara þá sér maður að það mjög mikið verið að gera varðandi það að þróa nýja kennsluhætti, bera saman, nota blandaða tækni, netkennslu og kennslu í hefðbundna kennslu og mér finnst að við þyrftum að gera eitthvað til að miðla þessu betur bæði innan skólans og út á við. Og við nemendur í rauninni almennt. Ég held að þau gerir sér kannski ekki grein fyrir því hversu mikið verið að gera í skólanum öllum varðandi kennsluhætti. Ég held við getum lært líka af hvort öðru milli deilda með því að geta miðla betur á milli. Við höfum lagt áherslu á að fylgjast vel með þróun varðandi Massive Open Online Courses eða MOOCs sem að fyrst voru skilgreind 2012. Þetta eru þessi stóru opnu netnámskeið sem að hver sem í heiminum getur tekið ef hann hefur internet aðgang og það hefur mjög mikið gerst á 2 árum. edX til dæmis pallurinn sem að byrjaði með þáttöku 3 háskóla núna með yfir 40 háskóla. Coursera byrjaði með samstarfi 33 háskóla og núna eru þeir orðnir fleiri en 110. Og það eru margir háskólar farnir að meta námseiningar sem fólk fær gegnum þessi námskeið sem hluta af námsgráðu. Og það eru skólar líka farnir að bjóða heilu námsgráðurnar byggðar eingöngu á MOOCs. Það ekki ljóst hvaða áhrif á endanum þessi tegund af kennslu mun hafa. En eitt ljóst að þetta hefur vakið gríðarlega frjóa umræðu kennslu í háskólum og meðal annars hér í skólanum. Og það auðvitað af hinu góða. Og margir kennarar hér innan skólans að nota námskeið, benda nemendum á góð námskeið og jafnvel að nýta sem hluta í blandaðri kennslu hjá sér. Og það þetta náttúrulega býður upp á sveigjanleika í námi og nýtist við símenntun. Það eru samfélög sem hafa notað þetta sérstaklega til að efla stærðfræði, þekkingu meðal almennings og svo framvegis. Það alveg ljóst að háskóli eins og Háskóli Íslands myndi aldrei geta boðið svona námskeið nema í mjög takmörkuðu, svona alveg opin námskeið vegna þess að það mjög kostnaðarsamt, bæði vegna netþjónsins og svo líka vegna þess að það þarf mikinn mannskap til að þjóna nemendunum. Það mikil samskipti, þannig að þetta væri ekki fyrir okkur held ég nema í einstaka grein. Varðandi rannsóknir að þá langaði mig að sýna ykkur þetta vísindasvið og Magnús Lyngdal hafa tekið saman þessa statistík varðandi Times, Higher Education og svona hvernig okkur ber saman við norrænu háskólana. Við erum þarna, ef við horfum á þá sem eru í topp 300 og þá erum við þarna númer 13 á þessum lista.
erum í sæti 270, fórum niður 1 sæti, en þetta svo sem sama bilið, en það svolítið áhugavert það áhugavert en það líka svolítið, gerum bara svolítið órólegan, að við sjáum að einkunn okkar í ár hærri heldur en einkunn í fyrra, en við erum á sama stað, og það sýnir bara samkeppnin að aukast. Og hérna líka, ef við tökum norrænu skólana sem eru í efstu 200 sætum, þeir eru 10 ef ég man rétt, og berum saman þessar einkunnir fyrir kennslu. Við vitum náttúrulega að þar stöndum við ekki vel. Svo aðferðafræði sem þarna notuð mjög óheppilegt fyrir okkur, en þarna þyrftum við að bæta okkur. Og rannsóknir, við erum alveg sæmileg þar, en það aftur aðferðafræðin okkur óhagstæð hvað það varðar, og þetta vegur mjög þungt hvoru tveggja, 30% og 30%. En síðan varðandi tilvitnanir að þá fáum við góða einkunn þar. Sömuleiðis varðandi sértekjur, hlutfall sértekna af ríkistekjum, af heildartekjum, það hátt hjá okkur. Og svo alþjóðlegt samstarf, bæði í rannsóknum og svo líka mælikvarði á hlutfall erlendra kennara, erlends starfsfólks og erlendra nemenda við skólan. Mér langaði til að draga fram þessa áherslu í skólanum, að reyna að hvetja betur til þverfræðilegrar samvinnu, og það komin svona, skulum við segja, óformlegir hópar á þessum sviðum, og einstaklingar hafa tekið að sér að vera svona samhæfingarstjórar, og þarna eru sem sagt svið þar sem að fólk að vinna verkefnum, ef við tökum sjávarútveg til dæmis, fólki á öllum sviðum skólans að vinna verkefnum sem tengjast sjávarútvegi og mjög mörgum deildum, og þarna hefur það vettvang til að hittast og finna hvort það á samleiði vegna samstarfs, og í mörgum tilfellum þegar að fólk hefur hist með þessum hætti, að þá hefur það sameinast að sækja styrki saman. Og það eru hugmyndir fleiri svið þar sem að þetta væri hægt, og ég hvet ykkur til að huga að því. Það er ef við horfum á þetta svo ég segi, óformlegur vettvangur. Við ef við horfum á formlegan vettvang þverfræðilegra samvinnu í kennslu, að þá eru námsleiðirnar 4, lýðheilsuvísindi, sem samstarf allra sviða, umhverfis- og auðlindafræði sömuleiðis, samstarf allra sviða, talmeinafræði, samstarf 3, og nýjasta nýsköpun og viðskiptaþróun í samstarfi félagsvísindasviðs og verkfræði og náttúruvísindasviðs. Maður sér að svona hefðbundin deildaskipting að breytast í háskólum. Ég held að við höfum að vera opin fyrir því að horfa á það líka hjá okkur. Deildaskiptingar og svona skilgreiningar á fagsviðum hefur ekki breyst í marga áratugi, og maður sér að þetta að byrja að breytast annar staðar. Og hugsanlega væru þessir óformlegi, þessi vettvangur þar sem að fólk hittist, kannski upphaf að einhverju slíku meira formlegu. Húsnæðismál, það mikið að gerast á lóðinni, eins og þið vitið. Við reiknum með að það verði hægt að taka fyrstu skóflustungu fyrir byggingu fyrir stofnun Vigdísar Finnbogadóttur eftir áramótin, og sömuleiðis vonum við að Hús íslenskra fræða fari af stað aftur, og leifum okkur að vera vongóð það að það hefist sem allra, að þær framkvæmdir geti hafist sem allra fyrst. Nú nýbyggingar fyrir heilbrigðisvísindasvið, auðvitað hangir þetta saman við hvað verður
uppbyggingu Landspítalans. Menntavísindasvið, þar verið að vinna þarfagreiningu og verið að leysa brýnan húsnæðisvanda eða reyna að finna leiðir til að leysa brýnan húsnæðisvanda verkfræði náttúruvísindasviðs. Skólinn hefur auðvitað stækkað gríðarlega mikið á undanförnum árum og við erum komin í mikil húsnæðisþröng. Vísindagarðar, allt á fullu þar og síðan verið að endurnýja eftir því sem hægt kennsluhúsnæði til að mæta nýjum venjum við kennslu, nýjum kennsluháttum og það eru komnar endurgerðar kennslustofur bæði í Árnagarði og Læknagarði og kannski víða. Áður við förum í viðurkenningarnar þá langaði mig til að nefna hér að lokum eitt áherslu verkefni sem ég hef svo sem nefndi áður en núna komið fast form á. Það fjármögnun háskólans til framtíðar og eins og þið vitið að þá höfum við gert ráð fyrir samkvæmt ákvæðum í samningi aldarafmæli sjóð að það færi af stað stefnumótunarvinna fjármögnun skólans til framtíðar þar sem að viðmiðin væru OECD, þar að segja háskólar í OECD-löndum og háskólar á Norðurlöndum. Forsætisráðherra hefur núna skipað nefnd og í henni eiga sæti fulltrúar 3 ráðuneyta, forsætisráðuneytis, fjármála og mennta- og menningarmála ráðuneytis, Alþingis og Háskóla Íslands og þessi vinna hefst núna í desember og ætlað að skila í síðasta lagi í apríl 2015, þannig að vinnan nái inn í fjárlega gerðina fyrir 2016. Þannig þetta eru sem sagt ríkistekjurnar og stefnumótun þær og síðan það sértekjur sem að við þurfum að auka líka og þar eru ýmsir kaflar, aukin sókn í samkeppnissjóði, auðvitað gríðarlega mikilvægt og hvernig við getum stutt við bakið á þeim sem að vilja sækja í erlendu sjóðina sérstaklega. Nú nýjar leiðir við fjármögnun nýsköpunarverkefna, við erum að gera tilraun núna sem mjög spennandi að reyna að finna leið til að fjármagna valin verkefni, bæði verkefni sem eru komin á það stig að það búið að stofna sprotafyrirtæki og svo líka verkefni sem að fengu hagnýtingarverðlaun í fyrra og eru komin skemur á leið en lofa mjög góð. Nú aukið hollvinastarf, þar skiptum við því í nokkra þætti. Fyrsta lagi það sem kallað alumni og ýmsar deildir eru með hollvinni eða eru að setja slíka vinnu á stað, sömuleiðis fræðasvið og svo spurning hvernig þetta tengist í skólan í heild, en þetta átak núna framundan og sömuleiðis að gjafir og styrkir. Við eigum auðvitað mjög dýrmæta styrktarsjóði sem að einstaklingar og fjölskyldur hafa gefið og síðasti liðurinn þarna að áhersla að reyna nýta þessa sjóði betur. Þetta eru verulegir peningar sem eru í þessum styrktarsjóðum samtals, en það eru oft mjög þröng ákvæði hvernig má nýta þá. Þetta eru þetta viðkvæmt, en meiningin að kanna hvort það sé ekki hægt að nýta þá betur. Og happdrættið, hvernig við getum unnið að því að efla happdrættið. Vísindagarðar, þar sjáum við fram á að komi miklar tekjur á næstu árum og það þarf að skilgreina hvernig þær verði nýttar. Það verða vinnuhópar með stúdentum, starfsfólki fyrir hvern af þessum liðum og svo langar mig til að leggja til að við myndum, ég rekna með að verði komnar hugmyndir bara fljótlega og að við myndum halda háskólaþing með sama snið og síðast og ræða þær hugmyndir. Og endilega ef þið hafið hugmyndir, endilega koma þeim á framfæri þannig að þær nýtist í þessari vinnu. Og þá bara vildi ég nefna nokkra
nokkra viðburði sem eru framundan og kannski þá helst hátíð brautskráðra doktora næstkomandi mánudag. Það eru 79 doktorar sem hafa varið ritgerðir sínar frá 1. desember í fyrra og þarna er mynd, það voru 4 varnir einn dagi núna í haust og þetta er myndir frá þeim degi. En ég hvet ykkur til að mæta og taka þátt ef þið hafið tök á. Alltaf mjög hátíðlegt. Og þá er ég búin að ljúka. Ég er með mynd hérna í lokin af nýlega mynd frá Holurhrauni sem Jón Örn tók, ekki satt? Já. Og bara til að minna okkur á það að þetta er auðvitað verkefni framundan eins og hinga til að jarðvísindamennirnir okkar eru að standa vaktina, þá vísindana og í þá samfélagsins.